Þá ætlum við að halda áfram í föstudagsþættinum og við ætlum að fræðast aðeins ráðstefnu sem haldin verður á laugardaginn þegar Akureyrarvaka verður, eftir 2 vikur. Og ég rak augun í yfirskriftina Akureyrarborg og endalok höfuðborgarstefnu. Og eiginlega þar kannski verið velkomin til mín, Þórhildur og Albertína. Kannski bara þessi yfirskrift. Maður strax fer á flugu í huganum hvað nú eiginlega verið að meina. Við byrjum kannski á höfuðborgarstefnu. Já, höfuðborgarstefna, þetta hugtak sem fyrir notað það getur sagt þess að byggðastefnu sem hefur verið keyrð hérna í 200 ár sem að gengur út á það að byggja upp sterka borg á Íslandi. Og þegar við byrjuðum á þessu í lok 18. aldar að þá var þetta algjörlega bara svona sjálfsþurftarsamfélag, það byggt allir í sveit, það var ekki þéttbýli og það var bara gengið í það að reyna að búa til einn byggðakjarna sem gæti flutt svona nútíma samfélag þess tíma til landsins og hjálpað landsmönnum að byggja upp. Og það var gert annars vegar með því að byggja upp atvinnulíf, innréttingunum, reyna að komast að verksmiðjum og svoleiðis vinnslu og hins vegar með því að flytja stofnanir. Það er að segja, biskupinn var fluttur til Reykjavíkur, skólinn var fluttur til Reykjavíkur, prentsmiðjan var fluttur til Reykjavíkur, þingið var fluttur til Reykjavíkur. Var áfallahjálp í boði? og það tókst að þetta litla þorp að þá óx úr því að vera svona 300 manns í upphafi 19. aldarinnar upp í þessa stóru flottu borg sem við eigum í dag. Og þetta getur við sagt og ýmislegt annað hafi verið kallað byggðastefna. Þetta ein stóra byggðastefna, hún hefur tekist vel. Hún hefur fært nútímasamfélagi til okkar, hún hefur virkað mjög vel. Hún hefur líka verið grundvöllurinn fyrir miklum breytingum all land. Þó upphaflega hafi þetta kannski verið þannig að þetta var meiri þjóðernishyggja, það er að segja, já það er þjóðleikhús. Það getur verið að þú sért í 2 sólarhringa fjarlægð frá því, en það er samt leikhús í prinsipinu. Yfir í það að, eins og við sjáum núna, þegar menntunarstigið hefur aukið svona mikið, þegar að tæknin hefur breyst, samgöngurnar hafa breyst, að við erum með fullt af sterkum þéttbýliskjörnum all land. Og við sjáum að það er tvennt sem hefur gerst. Annars vegar það að Reykjavíkurborg er orðin svolítið leið á þessu höfuðborgarhlutverki. Og maður heyrir það bara forsvarsmönnum borgarinnar að þeir vilja meira hugsa sér sem bara borg meðal borga í samskiptum með aðra borgir og það að það sé þeirra hlutverk og ef við ætlum að efla eitthvað þá bara efla Reykjavík og þá sér hún rest Og hins vegar sjáum við vaxandi óþol út all land gagnvart þessu gamla hlutverki. Þar sem menn segja, við getum gert þetta sjálf. Já. Við höfum menntunina, við höfum mannfjöldan, við höfum tæknina, við þurfum ekki að sækja allt á eitt stað. Við höfum tekjurnar. Já, tekjurnar, sem var nauðsynlegt fyrir 200 árum og er það ekki lengur. Þannig að það sem menn stundum kallum sem einhver átökundi landsbyggðar og höfuðborgar, eitthvað slíkt, er kannski bara endurspeglun á því að þetta er liðinn tími. Þar að segja, við þurfum ekki að setja ekki sömu körfuna. Við getum byggt upp og það að Reykjavíkurborg vilji loka Reykjavíkurflugvelli er kannski bara svona interessant dæmi þetta. Þar sem þeir segja, nei, við viljum bara í samskiptum við útlönd. Það er ekkert svo mikilvægt fyrir okkur að vera höfuðborg og við þurfum að taka þetta svæði til okkar fyrir flugið. Og það má segja kannski víð land hafa menn verið hallar undir höfuðborgarstefnuna heldur Reykvíkingar. Þar sem við höfum sagt, nei, við verðum að komast á Austurvöll á klukkutíma. Það breytist allt ef við komumst ekki þangað á klukkutíma. Og það sem okkur langar að gera á þessu málþingi er svo sem bara snúa þessu við og segja bara, hvað viljum við gera næst? Þetta tókst vel? Hvað viljum við gera næst? Hvernig er staðan hér á Norðurlandi? Þar sem við erum komið með Akureyri sem er bara dágóð borg með 18.000 manns, helmingur af Norðurlandir hér. Við erum með fullt af byggðakjörnum í kringum okkur, sveitum, fjölbreytt atvinnu, það er allt að gerast. Erum við ekki bara aðeins að leyfa að þakka höfuðborgarstefnunni fyrir það sem hún hefur gert fyrir okkur og fara að hugsa hvað við ætlum að gera næst. Gera þetta bara sjálf. Þetta er svolítið svona ný nálgun á hugsunarhættinum bara einum og sér. Í fyrsta lagi að þetta sé ekki þessi togstreita í fórnarlambið sem að landsbyggðin er gegn stóra bróður í Reykjavík. Heldur svolítið svona bara að litli bróður flytji bara heiman og gera þetta sjálfur. Er það pælingin eða hvað? Já, þetta er kannski líka bara svolítið að stokka spilin upp á nýtt og taka umræðana frá allt öðrum vinkli heldur við höfum verið að gera. Við höfum verið svolítið föst í Reykjavík, landsbyggðin eða landsbyggðirnar og við viljum svolítið fara upp úr með þessum skotgröfum út af því að við erum komin miklu lengra í umræðinu, við erum komin miklu lengra í þróuninni. Frábært ef að nú liggur fyrir að Reykjavíkurborg vill losna við flugvöllin og ætlar að losna við flugvöllin. Hvernig sjáum við þá fyrir okkur stjórnsýsluna á landinu? Við vitum að við þurfum að sækja ákveðna hluti
í stofnanir fyrir sunnan. Hvernig ætlum við að færa þjónustuna þá út á landið í staðinn fyrir að sækja hana til Reykjavíkur. Þetta eru spurningar og umræður sem við þurfum að taka bara í rólegheitunum og þetta held ég bara svolítið skemmtilegt fyrsta skrefið í því að taka umræðana bara frá allt öðrum vinkli heldur við höfum verið að gera hingað til. Já, og líka bara svolítið skemmtileg pæling, bara hvað getum við gert sjálf í staðan fyrir kannski að bíða eftir því að einhverjir aðrir leysi þetta svolítið fyrir okkur. En þetta í yfirskriftinni kemur fram Akureyrarborg. Akkurat. Það stefnan? Það hugmynd að Akureyri hætti að vera Akureyrarbær og verði Akureyrarborg? Það mikilmennskubrjálæði? Nei, erum við það ekki svolítið. Það var reyndar svolítið skemmtilegt í vikunni að frétta á nútímanum verið að vitna í hvað heitir hann nú aftur, Tom Anderson, stofnanda MySpace, sem að talaði ótrúlega töff borgir á Íslandi og var að tala Reykjavík og Akureyri. Þannig að ég held að við séum kannski svolítið orðin það. Við erum að þjónusta, við erum þjónustukjarni, við höfum allt sem að borg þarf og og ég held að við séum bara löngu komin og við þurfum bara svolítið einhvern veginn að ná í skottið á sjálfum okkar og vera óhrædd við að taka umræðana. Ég meina, hvort við köllum okkur borg eða ekki, þá erum við það. En hvaða máli skiptir þetta allt saman? Er þetta bara hressandi fabuleringar sem að er gaman að drekka latti og pæla í og svona speglura í kollinum á sér? Eða skiptir þetta með einhverjum hætti einhverju raunverulegu máli og þá fyrir hvað? Já, þetta er góð spurning. Við erum kannski með þessari ráðstefnu að taka þetta út úr kollinum á okkur og taka þetta út úr lattibollanum út af því að þetta er umræða sem hefur kannski svolítið verið að krauma undir niðri í talsvert langan tíma. Við erum að reyna að taka umræðina upp á þennan fræðilega og líka þennan opinbera vettvang og þetta verður vonandi bara fyrsta skrefið í miklu meira. Þetta skiptir líka máli þegar við horfum á Akureyri, ég held að Akureyringar þurfa svolítið að vakna. Það er að segja, auðvitað það þannig að ríkið er með fullt af starfsemi hérna fyrir allt svæðið. Þannig að Akureyri nýtur mjög góðs af þessu hlutverki. Hún hefur líka skyldur og það er svolítið tilhneiging til þess að Akureyringar tali sig sem eitt af þorpunum. Og átti sig ekki á því að það er bara mjög mikilvægt fyrir okkur á Akureyri að sjá til þess að allt í kringum okkur blómstri. Ef það blómstrar allt á Húsavík, á Siglufirði, á Sauðárkróki, þá blómstrar allt hér og öfugt. Þannig að það er svona þessi, það að bara skoða, þetta er ekki spurning það hvort að Akureyri að verða borg, heldur kannski meira bara að horfa á það þegar þetta er alltaf breytast, þegar við erum allt í einu tölum miklu meiri millilandaflug heldur Reykjavíkurflugvöll. Það er allir að tala um það hvernig getum við komið á millilandaflugi, hvernig getum við komið þessi í gang. Það valla fólk nennan að tala um Reykjavíkur flugvöll lengur. Enda ef þú vilt fara í óperu, viltu fara til Reykjavíkur og viltu fara til London, eða viltu hafa hana heima hjá þér, eða viltu eitthvað blanda af þessu. Þetta er ekki bara eitthvað eitt, þetta er ekki bara eins og að Reykjavík sé lengur tengipunktur við umheiminn og allir eru auðvitað þangað. Við erum öll að horfa út. Við erum að horfa til suður, við erum að horfa í svæði kringum okkur, horfa til útlanda. Þannig að þetta er svona spurningin að taka eitt skref aftur á bak. Það er brjálæðislega spennandi umræða. Ég get nú bara sagt ykkur það verður gaman að fylgjast með málþinginu sem verður eftir 2 vikur á laugardegi upp í Háskólanum á Akureyri og þar eru þetta fjölmargir sem að mæta og flytja fjölbreytt erindi ýmis mál og svo verða pallborðsumræður, kannski eftirlega að nefna það í lokin að þar tengið kannski svolítið pólitíkina inn í. Jú, við reynum að blanda þessu svolítið, þannig að það er hérna fólk úr háskólasamfélaginu, það er fólk úr Akureyrarbæ, atvinnuþróunarfélaginu, menningarráði Eyþings og síðan við svona veltum þessu upp frá ýmsum sjónarhornum og síðan verður pallborð þar sem eru þingmenn kjördæmisins til þess að ræða svona landsvinkilinn í þessu og opna þetta upp þannig að þetta sé ekki bara fyrir þá sem er í akademíu eða bara þá sem er að vinna í þessu, heldur þetta sé eitthvað sem er skemmtilegt fyrir almenning að koma inn og fylgjast með og taka þátt í umræðinu. Já, og kannski sitja ekkert og bíða eftir að allir hinir rétti þessu, heldur kannski við tökum þátt í þessu líka, svona sem almenningur. Nákvæmlega. Gaman að fá okkur, ég hlakka til að fylgjast með. Takk fyrir. Og við ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik og þá ætlum við aðeins að tala menntamál, en hér fyrir norðan voru haldnar menntabúðir í gær þar sem fjölmargir kennarar fóru yfir ýmis efni og ætlum bara að fræða það. Hvað voru þau að gera?